Þetta er verkefni 05 töflur. Í þessu verkefni ætlum við að búa til 3 nýjar töflur. Við setja töflumiða á hverja og eina fyrir sig, kalla fram yfirlit yfir miðana og móta þær svo undir design með römmum, skyggingu og fleiri. Ég er búin að stilla spássíur fyrir ykkur í þessu skjali. Þið gerið það sjálf samkvæmt lið 1 í fyrirmælunum. Og ég er búin að setja haus og fót í 10 punkta letri og þið getið séð hvernig það lítur út samkvæmt uppsettu sýnishorn á næstu síðu. Til að búa til nýja töflu er farið í valmyndina Insert Table og þessi tafla á að vera með 2 dálkum og 3 línum, 3 x 3. Í leið þegar ég smelli hér með músinni, þá hrekkur hún inn í skjalið, hún miðjast á milli spássía. Það er ákveðin stærð á henni hvoru dálki fyrir sig, en það er alltaf hægt að breyta því eftir á. Ef þið smellið hérna í efra vinstra hornið í 4/8 öruna hér, þá velur maður alla töflunni í einu lagi. Smellið í fyrsta dálkinn og setjið nú inn textann fiskar. Ef þið ýtið á dálkknappinn eða tab, þá farið í næsta hólf, við ætlum ekki að hafa neitt þar. Farið síðan í línu 2 í fyrra og skrifið þar ferskvatnsfiskar og í næsta og í síðasta hólfi ætlum við að setja textann sem er sýndur þar. Þannig að þá erum við komið með allan textann og þá þurfum við að byrja á því að móta. Ef við veljum fyrstu línuna hér, en það er talað að við höfum að sameina hólfin, bæði hólfin í línu 1 og við erum hér undan fyrirmyndir Table Layout í valmyndinni og veljum hérna Merge. Þá sameinum við textan sem er í þessum 2 hólf og nú er þetta orðið 1 hólf. Það sama ætlum við svo að gera hér fyrir línu 3. Við ætlum líka að sameina hólfið þar og þá lítur þetta svona út. Í fyrstu línunni þá ætlum við að velja textan fiskar og við ætlum að miðja textan hér og stækka letrið í 12 punkta. Förum hér upp 1 þrep. Síðan ætlum við að hafa í þessu hólfi, þessu eina hólfi, ætlum við að setja inn svona skyggingu á bakvið. Þá veljum við hérna Table Design, veljum hérna Shading og við getum valið einhvern ákveðin lit á hólfið. Þið ráðið nákvæmlega hvaða lit þið hafið. Ég ætla bara að velja hér eitthvað einfalt. Þá erum við komið þetta og síðan er hægt að breyta breiddinni á dálkunum þannig að hún mjókki örlítið. Ef við skoðum hérna þá þurfum við að hafa svona það bil svona. Og nú ætlum við að velja alla töfluna. Við ætlum að setja 2 punkta í bil, bæði á undan og eftir og þá er einfalt að fara bara á layout hérna og velja 2 punktar hér og svo 2, sem sagt bæði í before and after. Þá erum við komið meira bil hér. Textin í línu 2 í fyrra hólfinu á að vera vinstri stiltur og nytjafiskar í hafi, hann á að vera hægri stiltur. Og í síðustu línu hérna, 3. línu, þá ætlum við að hafa textan miðjan. Nú ætlum við að merkja töfluna þannig að við getum fengið svona miða fyrir ofan. Þá veljum við alla töfluna, veljum svo hérna References og Insert Caption. Þá getum við fengið að setja svona miða sem hangir með töflunni. Í töflum höfum við miðan fyrir ofan. Passa að hafa hér above og það ætti að koma sjálfkrafa ef þið passa að velja töfluna áður en við byrjum. Þetta er bara einföld númering og ætti því að koma hér textin tafla 1. Setjum svo bara OK á þetta og miðinn birtist fyrir ofan. Við setjum hérna 2 punkta á eftir og þið setjum svo inn textan sitt hvað íslenska fiska. Þá erum við komið með fyrstu töfluna og búin að setja hérna skyggingu á bakvið í fyrsta hólfið, móta töfluna og hafa töflumiða með.